Hvernig svona tilfinningar eftir langþráðan sigur í deildinni? Hún bara virkilega góð, bara flottur leikur, ánægður með liðið, mennst spila bara frekar vel og vera bara sjálfstraust í liðinu og eftir svona fyrst 10 mínútur þá settum við meira tempó í spilið og fórum að skapa færi. Þannig að já, bara tilfinningin er virkilega góð og mjög ánægður með þennan leik. Emil talaði með að 10 mínútur korter kannski í byrjun sem að Þórsarar voru allavega jafnir ykkur en svo tóku þið aðeins yfir. Þú veist, var flugið satt eitthvað í ykkur eða hvað? Nei, ég held að bara einhvern veginn að þreifa á leiknum og mér fannst þegar leikur var að flauta ráð þá fannst mér svona bara orkustigið inn á vellinum vera rosalega lágt og svona svolítið skrítið. Það heyrðist ekkert inn á vellinum og ekkert fyrir utan og ég veit ekki hvað það var en mér fannst eftir svona einhvers staðar á bilinu 10-15 mínútur þá fannst mér bara og sá maður að þetta stemdi í gott þó að þeir komist yfir og gerðu það vel. Þannig að bara mjög ánægður með megniða leik. Taldaði með 70 kannski bara mjög góða mínútur í þessu leik, mögulega meira þínum að en hvað sjá þá frammistuð þegar að bakið svona upp við vegg? Hversu ánægður ertu með það? Ég er mjög ánægður með það. Mér finnst Víkingsleikurinn fyrri hálfleikur mér finnst vera svolítið svona bara undir þar, sérstaklega fyrri hálfleik og 2 leikirnir þar á undan var svona aðeins lægra orkustig og kannski alveg flatt en ekki svona sama power og við eigum að sjá í þessu liði. Mér finnst það bara heldur sterkt að lenda undir sem bara getur gerst og að sjá þessa trú í liðinu. Ég er bara mjög ánægður með það og sjá þetta sjálfstraust og bara halda áfram og það var engin vafi í hálfleik. Við vorum bara, það var engin breyting á þessi staði, við fórum bara út og héldum áfram. Þannig að það er bara mjög sterkt. Mjög góð mörk, beintur aukaspyrnu og svo alveg þruma frá Emil. Já, ég held að við vorum kannski, við áttum inn í XG-inu að setja eitthvað inn í markið en bara gaman að sjá svona mörk. Þessi gæði eru í liðinu, þannig að bara virkilega gaman að sjá það. Og svo gott liðsmark í lokin og heilt yfir bara liðið gott og svona samstillt og þannig að mjög ánægður með það. En ég get líka, hrósað Þórsvörnum. Mér finnst þeir flottir og þá aðalega bara, mér finnst við sterkara lið í dag en það er gaman að sjá, vel þjálfað lið og þeir eru bara trúi sínu, þeir halda áfram, þeir eru komnir yfir og fóru ekki að leggjast og pakka bara sem að hefði verið allt og langt og við einhver leyti sáum dæmi þannig leik í gær. Þeir eru bara trúi sínu og héldu áfram og ég á hrifin af, mér finnst það sterkt og engar áhyggjur á Þórsliðinu, ég held að þeir muni stígu upp. Hvað finnst þér dómgæsluna í dag? Ég veit ekki hvort ég leyfa þær að fá mig að tala um dómgæslu. Mér fannst hún mjög slök í fyrri hálfleik og mér hefur fundist hún slök á undanförnu. En það að einhver leyti það staða sem við erum búin að koma okkur í. Það er tvíþætt. Lið sem eru neðarlega, það þarf minna til þess að dómar sem falla gegn þeim skiptir máli í leikjum. Hitt með umtali sem hefur kannski átt sér stað félagið að öllu leyti, hvort sem að það þjálfari eða liði eða eitthvað annað. Þegar svona neikvætt þá held ég sé bara mannlegt að eitthvað falli gegn þér. Og það er bara staða sem við erum komnir í og við þurfum bara að vinna okkur út úr henni. Ég held að þetta sé bara eðlilegt og nú þurfum við bara að vera stórir og halda áfram og koma okkur upp úr þessari stöðu. Það er enginn að hjálpa okkur í því nema bara við sjálfir. Þannig að já, þetta er svona mitt take á það. Hefur ykkur að sýna á rauða spjaldi sem Þór fær? Það er pjúra rautt spjald, það skalla gumma, það er bara rautt spjald. Þannig að þeir eru að rífast eitthvað þarna og bara skallar hann. Ég sé þetta mjög vel, þannig að það er bara no-brainer. Finnst þér Gummi eitthvað heppinn? Ég sá þetta ekki endilega frábæla frá mér en það var kallað eftir að báður færi út af. Gummi náttúrulega aldrei að fá rautt spjald fyrir þetta en hann var á gulu spjaldi og ég veit ekki það. En ég held að sé bara pjúra rautt spjald, það er einu sem ég get sagt. Ég veit ekki, sá ekki aðdraganda nógu vel hvort að Gummi initiatar eitthvað og ég fá gult spjald fyrir það. Þannig að það er bara eitthvað sem ég leyfi öðrum að
rýna betur í. Leiðir einhvern tímann eins og þú væri að fara í úrslitaleik starfi hérna í dag? Nei, ég bara horfi ekki á þetta þannig, ég nálgast það ekki þannig. Ef ég ætla að fara á einhver taugarhrúga þá smita það inn á völlinn og ég held að liðið ætti erfitt með að spila af sjálfstrausti og öryggi ef ég væri hræddur. Þannig að ég er bara þannig að bara nýta þess að mæti leik og hef engar áhyggjur af því. Þetta er bara hluti af þessu og umræðan verður bara eins og hún verður. Nú fyrir við aftur í útileik í bikarnum og svo fáum við heimaleik. Þannig að nú er bara að byggja ofan á, byggja upp í liðinu þannig að við getum stórleikur heima þar sem að við viljum bara skila tilbaka til stuðningsmanna. Það er eina sem ég hugsa bara að liðið getur performa til að skila og borga stuðningsmanna tilbaka. Það er næsti heimaleikur í deild. Gott fyrir svona sálartetri að fara með sigurleik í þetta frí sem er framöndan? Já, bara alltaf gott að fara inn í frí með sigur og það er engin breyting í dag. Takk fyrir því, Karl.